Svo önnur frétt af mbl.is og þetta já, skrolla aðeins bara niður til þess að myndirnar af þeim tveimur þessi tveir áttu að vera í fórsíðunni. Það sem sagt, fyrrum lögreglustjóri tafði rannsókn málsins. Þetta var mjög ánægjulegt að sjá að Stefán Einar Stefánsson tók viðtal í spursmálum við Pál Steingrímsson skrifstjóra sem hefur nú verið til viðtals hér í broadcastinu tvisasinnum meira að segja og það svolítið sérstakt einmitt að núna loksins árið 2025 Páll kominn í viðtal á meginstraumsfjölmiðli. Það hefur enginn vilja að tala við hann og þetta viðtal var mjög sláandi eins og þau sem ég tók við hann líka og bottom line ef maður sletta auðvitað það hrópandi á okkur þarna að starfsmenn Ríkisútvarpsins og það sannað að þeir taka við símanum sem Páll Steingrímsson misti sjónar af á meðan hann var á milli heims og helju inn á spítala, inn á gjörgæslu deild Landspítalans eftir byrlun þar sem að hann fór í hjartastopp allavega nokkur sinnum og var varthuga líf og það sem að skiptir máli í þessu að sem sagt, starfsmenn Kveiks það líka búið að viðurkenna það sem Stefán Eiríksson staðfesti að starfsmenn Kveiks voru að nota þennan síma sem var keyptur fyrir byrlununa og þetta skiptir máli. Síminn keyptur nokkrum dögum áður en byrlaði fyrir Páli Steingrímssoni og það vill þannig til að þetta alveg eins sími og Páll Steingrímsson notar, Samsung sími eða einhver gerð og í hann valið sem sagt, sama símanúmer að undanskildum einum síðasta tölustafnum. Þessi sími síðan notaður til þess að vera í samskiptum við byrlarann og það hefur komið fram að það fyrirverandi kona Páls sem að byrlaði fyrir honum og hún var sem sagt í samskiptum við starfsmenn RÚV gegnum þennan síma sem þau keyptu og þegar þú lítur á símareikning eða síma yfirlit fyrirverandi eiginkonu Páls þegar lögreglan ætlar að skoða það að þá það er alltaf X yfir síðustu 2 tölustafina þannig að það lítur út fyrir að hún sé bara í samskiptum við Pál Steingrímsson þegar hún skoðar símayfirlitið en og hún í samskiptum við starfsfólk RÚV sem að segir okkur að einhverju leyti koma þau að skipulagi sem að leiði til þess að þau fái síman í hendurnar á meðan að Páll á sjúkraböðinu og þetta ríkisstofnun sem að við greiðum öll fyrir við greiðum laun þessara starfsmanna og þeir taka við þessu afrita greinilega síman síðan efninu því að þau tala að við erum bara fréttamenn að vinna fréttir en það ekki þannig þau koma efninu áfram á aðra fjölmiðla og engin frétt skrifuð upp í RÚV þau eru sem sagt bara þjófsnautar og dreifi aðilar efnis sem stólið með þessum alvarlega hætti algjörlega og ég auðvitað búin að fara yfir þetta hér oft áður en það full ástæða til að undirstrika þetta aftur og aftur en þess að skynhelgin og heilaleikin hefur svoleiðis drupið af þessum blaðamönnum, þessum verðlauna blaðamönnum sem að þessu koma og man sýnist augljóst að þeir vita alveg sína sekt en það tefja þeir málið eins og kemur fram í þessari frétt RÚV fyrrum lögreglustjóri sem er forstöðumaður RÚV, Stefán Eiríksson, hann tafði málið líka og hann vissi að það væri alveg að fyrnast, þannig að það var hægt að tefja það og niðurstaðan var sem sagt svo að lögreglan komst alveg að því að það hefði verið framin brot þarna en þau brot sem voru framin voru fyrnd þegar að loksins átti að fara að gefa út ákæru. Pældi hvað þetta mikil spilling maður. Já. Þetta algjört fíaskó og svo sé maður í umræðinni bara eitthvað, hvað þessi Páll Steingrímsson að væla? Þessi samherja drullust okkur að væla og það ekki búið að sanna að vera byrlan eitt þetta allt algjör steipa en það mjög jákvætt í þróun þessa máls að Morgunblaðið og Spursmál séu komin þarna í þetta líka loksins, segi ég þegar ég tók viðtal við Pál Steingrímsson þá lét fólk svona eins og þetta væri bara bull hjá mér að taka viðtal við þennan brjálaða mann en þegar að fólk skoðar málið betur að þá hefur komið í ljós að þetta er rosalega alvarlegt mál þetta er rosalega alvarlegt og þó að Páll Steingrímsson hafi ekki fengið niðurstöðu í málið með þeim hætti sem að hann hefði óskað að þá
á hann ennþá möguleika, hann getur farið í engamál, bæði við RÚV og til þetta blaðamenn, af því að hann síðan kemur það á þetta líka að hann fullyrðir og meðal þau gögn sem ég hef séð hjá honum, þá eru fréttirnar sem voru unnar svo kallaða skærulega deild Samherja bara ekki réttar. Það er að segja skærulega deildin umtala sem sagt bara samtal milli Páls og Örnu McClure sem að starfaði sem lögmaður Samherja og þetta er bara vinalegt spjall inn á WhatsApp vinafólks sem að tala allt mögulegt bara fjölskyldumál og alls konar og inn á milli gantastu aðeins með þú veist, þetta er svona haft í flimtingum þau séu skærulega deildin í Samherja í því að þau eru að pönkast mikið á yfirmönnum sínum. Þannig að hann vill meina að fréttaflutningurinn sé hreinlega rangur og hann gæti farið í bara hreinlega mál út af því per se. Þannig að þetta er engan veginn til lykta leitt þetta mál og ég held að það sé mikilvægt að því verðið haldið áfram því að þarna eru einhver alvarlegustu brot sem að við höfum orðið vitnað í íslenskri blaðamennsku sem eiga sér stað og það er sambarileg mál í Bretlandi hafa kostað fjölmiðla bara reksturinn hreinlega. Bara farið búið að slökkva á fjölmiðlum sem að fóru inn í síma fólks með ólöglegum hætti. Þannig að það er engan veginn hægt að segja að þessu máli sé lokið.